Ef að þú kjörinn forseti og sætir á Bessastöðum í þínu embætti og uppkæmi mál þar sem að þjóðin væri ósátt við löggjöf sem að væri verið að samþykkja á Alþingi, þannig að þetta þessi spurningum málskotsréttin, hvernig myndir þú kjósa að umgangast þann rétt? Af mikilli varúð og yfirvegun, en Ólafur Ragnar Grímsson sýndi okkur fram á það að greinin virkar, 27. greinin lifandi og það búið að nota hana í tvígang, af því það hafði verið uppi efasemdir áður það hvort hún væri í rauninni tæk til þess að stíga inn í með þeim hætti sem hann gerði. Þannig að samanskapi það myndi skapa mikinn glundroða ef að þetta væri ákvæði sem væri verið að nota annan hver dag og þriðja hvern mánuð Þannig að þetta eitthvað sem þarf að bara í raun að beita í algerum undantekningatilvikum. Já, og hvað myndirðu þurfa svona að sjá, hvað viðmið myndirðu bera það við ef að þú þurftir að ákveða nú komið tíminn til þess að taka í bremsuna hér og synja þessum lögum samþykki. Hvað þyrfti að gerast? Það náttúrulega voðalega erfitt að algjörlega segja og sjá allt fyrir, en svona í grófum dráttum þá myndi ég sjá það fyrir mig, hvers eðlis löggjöfin, hversu djúpar eru rætur hennar við okkur borgarana og þegna þessa lands, hversu miklu máli skiptir hún, er þetta eitthvað sem varða takmarkan hóp, það alveg þetta þyrfti að vera, varða gríðilega stóran hluta landsmanna og vera eitthvað sem skipti gríðilega miklu máli. Og síðan þetta, ég meina, okkur fjölgar, ég meina, við erum ánum 380 eitthvað þúsund og og hversu marga einmitt þarf til þess að benda á, það myndi náttúrulega aðeins þurfa að fara eftir aðstæðum. Ég meina, það verið að gagnrýna það að það þurfi bara 1500 atkvæði til þess að hafa löglegt forsetaframboð. Það sem að ég get sagt það og mín reynst það að með EES-samningin að þá erum við með helling og í þessari vinnu sem að ég hef svona mesta reynslu af, ég kynntist í einhver leyti því ég fór eftir Brussel í menntamálaráðuneytið, svo fór ég í Lyfjastofnun og svo persónuvernd, að í öllum þessum málum að þá skiptir allt samstarf máli. Ég meina, við erum þjóð meðal þjóða. Þannig að hvort sem við förum í norrænt samstarf eða einmitt Evrópusamstarfi, að þá erum við með rödd sem skiptir heilmiklu máli. Og jafnvel bara með EES-samningin að þá skiptir hún gríðarlega miklu máli og það hlustað á okkur, það borin virðing fyrir þjóðunum hérna í Norður-Evrópu. Það hvort við höfum að fara alla leið eða ekki, nú það náttúrulega bara þjóðar og þingsa ákveða hverjum tíma. Ég meina, við kjósum okkur stjórnvöld sem eru með mál á stefnusskráni. Og annarkvort setur þau þetta úttalað einhverja persónulega skoðun á því. Það ekki forseti að gera það. Það heilmikið reglugerðar fargan og ekki bara það heldur einmitt annars konar löggjöf sem kemur. Á samanskapi þá held ég að heildarhagsmunir okkar einmitt sem þjóðar, þeim sé betur borgið í þessum samningi heldur en utanans. Við séum sem dæmi að Noregur, þessi ríka olíuþjóð, tekur sömu ákvörðun. Af því ég held í rauninni að í samfélagi þjóða í dag, eins og ég sagði áðan og hef áður sagt að við erum þjóð og við erum best ef við tökum þátt með öðrum þjóðum í allskins bandalögum og samböndum. Vegna þess að ég held að geti enginn í dag verið aleinn. Ég held að við séum sterkari saman. En Bretland ákvað að standa frekar eitt og gera frekar tvíhliða samninga og svo framvegis, það alveg möguleikar. Já, en Bretar líka bara gamalt heimsveldi. Þótt að við séum stór og lítum stórt á okkur, þá verðum við nú að viðkynna að við náum þeim ekki stærð. Þannig að ef við ætlum að reyna eitthvað slíkt, þá held ég að við þyrstum að vera ennþá stærri og sterkari heldur en við erum í dag. En það sem allavega mín reynsla eins og til þess í persónuverndarmálunum að fá að starfa með þessari sömu löggjöf og fá í rauninni alla þá í rauninni samvinnu og fá að vera í hópnum. Ég held að Bretlandi líði ekkit sérstaklega vel að fá ekki lengur að vera með í Evrópusambandshópnum. Og hvað gera þeir? Þeir reyna að sækja til dæmis í Evrópuráðið og þá vinnu, þeir eru ekki bara að vinna einir. Þeir eru bara að hamast meira á öðrum stöðum og gera sér meira gildandi í öðrum alþjóðlegum samningum og í öðru alþjóðlegu samstarfi. Þeir eru ekki aleinir